Samfélagsverkefnið Fögur framtíð í Fljótsdal 2 ára þessar mundir. Hugmyndafræðin bak við þetta verkefni, hver hún? Já, þetta samfélagsverkefni sem íbúarnir hér ákveða að fara í og fengu í liði við sig ráðgjafa til þess að stýra fundi þannig að með það markmiði að draga fram framtíðarsýn dalsins, hvað fólk vildi leggja áherslu á, hvernig það sæi samfélagið fram til, ég held að það eru 2035 og svona að leggja hvaða línur vildi leggja áherslu á, hvað var það var komið inn á eins og samgöngur, rafmagn og fjarskipti og það var líka varðandi atvinnutækifæri og húsnæðismál og fleira í þeim dúr. Markmiðið að styrkja byggðina, efla hana hvað varðar atvinnuöryggi og eins að þétta svona svolítið raðirnar varðandi bara félagslíf og annað. Þannig að þetta kom inn á mjög marga og fjölbreytta þætti. Já, núna eftir 2 ár, ertu fann að sjá árangur, merkjanlegan árangur af þessu verkefni? Kannski erfitt fyrir mig að segja, en það sem mér finnst vera sýnilegt það að viðhorf fólksins hafi aðeins breyst, það opnara fyrir hugmyndum, það að vinna að verkefnum sem að það hafði kannski ástríðu fyrir en hafði ekki einhvern veginn leyft sér að fara á næsta stig og það eru fjölmargir núna sem eru að gera upp gömul hús, eru að byggja íbúðarhús, sumarhús og jafnvel atvinnuhúsnæði. Þannig að mér finnst það helsta breytingin. Fyrir utan að það eru nokkur öflug fyrirtæki og stofnanir hérna sem hafa líka verið að styrkjast og fjöldi starfa hefur aukist á þessum tíma. Hvað með ný sköpun, frumkvöðla starfsemi? Já, það líka svolítið sýnilegt. Það fer hægt á stað en maður getur allavega nefnt að það fyrirtæki eins og skógarafurðir sem eru að koma með fleiri vörur á markað og það nýjasta eru heitir pottar úr íslensku timbri og eru komnir í sölu. Og síðan eins og sauðagull sem fyrirtæki sem að vinna úr sauðamjólk sem ekki margir að gera hér á landi og að vinna osta og konfekt og sauðamjólkur ís og í framhaldi því hefur verið opnaður svona matarvagn við Hengifossvæði þar sem að fólk getur komið eftir göngu og fengið sér ís og vöfflur og smakka hennan sauðamjólkur ís. En verkefnið 2 ára, ef þú horfir nú 2 ár fram í tíman, segjum, hvaða verkefni eru svona á teikniborðinu? Það stærsta verkefnið að mynda og hanna byggðakjarna. Það engin byggðakjarni hérna í Fljótsdal og það hefur verið kallað svolítið eftir húsnæði af því að uppbyggingin þannig að hún kallar á fleiri heilsárs stöðugildi og við erum farin að leggja grunn að því að búa til byggðakjarna. Þannig að ég vonandi hann kominn á svona í farveg eftir 2 ár og vonandi einhver frá flytja inn, það væri draumurinn. En síðan líka að byggja upp betra þjónustu húsnæði við Hengifossárgilið. Það svolítið brýnt verkefni af því að það svo mikið rennir í þangað. Það náttúrulega einn af aðalperlum Austurlands og áfangastæður margra ferðamanna. Þannig að við þurfum að gera það og við gerum það. En þessi byggðakjarni, hvar verður hann? Við erum að vinna í því að staðsetja hann og ganga í samninga og svoleiðis. Þannig að það verður bara að fylgjast með. Að verða til ný höfuðborg fyrir austan þá? Já. Það bara, þetta á örugglega eftir að gera sig allt saman, sko.
En þegar þú ert að tala við þitt fólk, er bjartsýni ríkjandi í sveitarfélaginu? Já, ég get ekki heyrt annað. Mér finnst vera bjartsýni. Mér finnst fólk almennt bara jákvætt og svona spennt að takast á við ný verkefni og líka taka vel á móti nýju fólki sem hefur verið að flytjast hérna. Það fæ ég frá nýbúunum, sko. Það finnst mér mjög ánægjulegt. Mér finnst líka mjög ánægjulegt að fólk er farið að taka eftir Fljótsdal og það er svolítið rennir í hingað af því að það hefur heyrt af þessari nýsköpun og svona jákvæðni hérna.